Góðan daginn, góði bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og forstöðumaður stjórnsýslu og upplýsingamála sem hér í fundarsal Austurbrúar í fræðslumálum á Reyðarfirði. Ég býð ykkur velkomin á 347. fund bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segja hann hér með settan. Fundurinn tekin upp og honum strengt í beinni útsendingu á heimasíðu Fjarðabyggðar. Ég ætla að byrja á því að leita afbrigða á boðaðri dagskrá og taka fyrir minnisblað frá íþrótta- og tómstundanefnd, ef allir veita því samþykki. Ásamt því að ég ætla að óska eftir því að lið 2.9 í fundargerð bæjarráðs nr. 784 reglur Fjarðabyggðar frístundastyrk og úthlutun íþróttastyrkja verði lyft upp þar sem borist hafa frekari gögn, sem þetta minnisblað, og bæjarstjórn hefur samþykkt að taka inn á fundinn. En bæjarstjórn telur ekki þörf á að það fari til frekari umræðu í nefnda og hefur samþykkt að taka þetta minnisblað fyrir hér í dag. En hér á dagskrá í dag eru fundargerðir bæjarráðs númer 783 og númer 784 og þær verða bornar saman til samþykktar ef enginn veitir því andmælum að undanskildum lið 2.9. Síðan það mannvirki á veitunefnd númer 10, hafnarstjórn númer 291, félagsmálanefnd númer 162, íþrótta- og tómstundanefnd númer 113 og umhverfis- og skipulagsnefnd númer 17. Einnig eru 2 mál undir liðnum almenn mál. En það liður 8 sem yfirlýsing sveitarfélags að nýta ekki forkaupsrétt á skipi og síðan liður 9 sem í tengslum við sérstakan húsnæðisstuðning fyrir árið 2023. En þá okkur ekkert að vanbúnaði og við göngum til dagskrár og fyrst á dagskrá eru fundargerðir bæjarráðs númer 783 og 784 að undanskildum lið 2.9 í fundargerð 784 og orðið laust fundargerðir bæjarráðs. Og Stefán Þór Eysteinsson, formaður bæjarráðs, hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Svo setjum við á sæmi. Frú forseti, bæjarstjóri og ágætu kjörnir fulltrúar. Ég vil byrja í fundargerð bæjarráðar 783, lið 1-2. Það erindi frá Austurbrú og SSA þáttaka í nýju verkefni og það hefur væntanlega ekki farið fram við neinum að þetta nýja verkefni sem sagt þetta nýsköpunarverkefni Igloo og erum við í Fjarðabyggð aðilar að þessum samningi ásamt öðrum sveitarfélögum hér á Austurlandi og þetta mikilvægur liður í því að við erum auðvitað búin að setja okkur ákveðna framtíðarsýn hér fyrir sveitarfélögin eins og sést í þessu svæðisskipulagi sem var fyrir Austurland sem var samþykkt. Og þar til að mynda eitt af hlutverkunum eða markmiðunum að ná fram þessu kolefnishlutleysi á sem flestum sviðum. Nú þetta samstarfsverkefni auðvitað mjög spennandi að mínu mati og þarna erum við að horfa á þetta hringrásarhagkerfi, orkuskiptin og auka nýsköpun á Austurlandi, allt hlutir sem eru gríðarlega jákvæð. Og þetta bara til þess að ýta undir þá verðmætasköpun á svæðinu og bæta nýtingu auðlinda. Nú þetta verkefni sérstaklega að vissu leyti ætlar að horfa til þá hringrásorku í orkuskiptunum og að skapa þá þessi verðmæti úr vannýtum hliðarstraumum og innviðum og þarna sérstaklega að horfa nýtingu á glatvarma, eitthvað sem við þekkjum nokkuð vel flestum kjörnum í Fjarðabyggð, til að mynda töluvert að glatvarma að finna í þessum bræðslum okkar eða fiskimjölsverksmiðjum og í álverinu og ýmis tækifæri þarna sem hægt að horfa til. Þannig að þetta svolítið spennandi og ég veit líka eitt af því sem að horfa til í þessu samstarfsverkefni auka við vöxt sprotafyrirtækja á svæðinu og þannig að þetta virkilega spennandi verkefni sem að fara af stað. Nú því næst vil ég ræða aðeins undir fundargerð bæjarráðs 784 og ræða lið 2.2, ljósleiðaralagning. Það sem sagt þessi ljóstenging á Breiðdal og þetta útboð í rauninni sem var farið í. Þetta eitthvað sem var samþykkt af fyrrverandi bæjarstjórn og hefur í rauninni ekki verið gert fyrir það núna og ég held að í heildina litið þá þetta bara skref í rétta átt. Það svona, ég held að sé ekkert fyrir sveitarfélög að vera eiga í þessum ljósleiðurum og
það svo sem hvað fólki finnst að dreifikerfi sem slíkt, eins og þetta, hvort að það eigi að vera í einkaeigu eða í eigu opinberra stofnana, það svo sem bara kannski hluta stærri umræðu sem við kannski tökum ekki í kringum þetta, en ég held að þetta tilboð var, þetta verkefni og þetta tilboð var samþykkt af öllum í bæjarráði og ég held að þetta sé bara af hinu góða. Ekki frá mér í bili. Takk. Orðið laust fundargerð bæjarráðs. Það var engin annar beðið orðið og þá ber ég fundargerðir bæjarráðs upp til samþykktar að undanskildum lið 2.9. Og þeir sem það samþykkja vinsæla skrifamerki. Samþykkt með 9 atkvæðum. Þá ætla ég að fá að bera lið 2.9 í fundargerð 784, eða sem sagt fá að lyfta honum upp eins og ég var búin að biðja í byrjun og ég ætla að bera hann undir hér upp til samþykktar. Þau sem hafa samþykkja vinsæla skrifamerki, samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í næstu fundargerð og það fundargerð mannvirkja og veitunefndar númer 10, orðið laust fundargerð mannvirkja og veitunefndar. Steinþór Þór Eysteinsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Frú forseti, aðeins í þessari mannvirkja og veitunefnd fundargerð númer 10, varðandi verkefnir þarna, lið 3.1, þarna var raun og veru verið að fara yfir þau verkefni sem við samþykktum í fjárhagsáætlun fyrir næsta ár og stöðun á þeim og þannig að allir væru upplýstir þar það í nefndinni ásamt því að fara yfir stöðuna á Grunnskóla Eskifjarðar og þar hefur verið farið í sýnitöku eins og var rætt að yrði gert og niðurstöðu þeirra að vænta vonandi fljótlega en þar hefur svo sem farið fram ákveðin vinna í því að tíminn verið nýttur í því að rífa út það sem var skemmt og tíminn hefur verið ágætlega nýttur þar. Varðandi lið 3.2, ég svo sem kom aðeins inn á hann síðast og varðandi umfyrir öryggið, gangbrautir og lýsingu og bara vill aftur þakka fyrir þetta góða erindi og þetta í vinnslu og þetta auðvitað verður þetta auðvitað mikilvægt að lýsingin sé í lagi og mér skilst að hún sé nú þokkalega góð þarna að flestu leyti en það má alltaf bæta í. Takk, ekki meira og meira. Orðið laust fundargerðir mannvirkja og veitunefndar. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég upp fundargerð mannvirkja og veitunefndar upp til samþykktar og þau sem samþykkja vinsæla skrifamerki. Og fundargerðin samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í hafnarstjórn númer 291 og orðið laust þá fundargerð. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég fundargerð hafnarstjórnar til samþykktar og þau sem samþykkja vinsæla skrifamerki samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í lið 5 sem félagsmálanefnd og það fundargerð 162 og orðið laust fundargerð félagsmálanefndar. Ég ætla sjálfsögðu að fá aðeins að ræða þá fundargerð en það var nú kannski aðalega það sem ég langa að ræða í þeirri fundargerð liður 4 sem fagteymi á fjölskyldusviði og við fengum svona góða útsýningu á þeim fagteymum sem eru þar inn á fjölskyldusviði sem að annað sem sagt fagteymi þar sem hittist hálfsmánaðarlega og það fagteymi í málefnum fatlaðs fólks og þar fólk eða sem sagt einstaklingar sem hittast eru komnir bæði af fjölskyldusviði og svo starfsmenn hjá okkur í Fjarðabyggð. En markmið þessa teymis að efla enn frekar faglegt starf í þessum málaflokki og marka stefnu með tilliti til bestu upplýsinga og þekkingar á hverjum tíma í samráði við nefndir og ráð og styðja við og styrkja starfsfólk og stjórnendur. Og svo farið svona yfir helstu verkefni núna árið 2022 og 2024 sem var mjög upplýsandi. Síðan fengum við líka kynningu af fagteymi í málefnum eldra fólks og það var einmitt mjög svipað að þetta svona fagteymi til þess að styrkja og styðja við starfsfólk og stjórnendur og svona að vera með faglegt starf innan málaflokksins
málaflokkum og þau fóru einnig líka yfir verkefni fyrir árið 2022 og 2023. Þetta var bara mjög gagnleg og áhugaverð umræða sem við áttum þarna á fundinum. Síðan tókum við aðeins til og það var svona smá kynning í tengslum við nýjar íbúðir í Fjarðabyggð sem við fengum síðan afhenta lykla af síðasta föstudag. En þetta eru 5 íbúðir upp á Búðamel hér á Reyðarfirði og þetta eru fyrstu íbúðir félagsins Brákar á Austurlandi og það er mjög áhugavert þetta verkefni og Brák samdi við okkur á fjölskyldusviði Fjarðabyggðar aðkomu að úthlutun íbúðanna en við erum þar að hugsa með tekjulægri hópa. Hugmyndin var að tryggja leigumarkað íbúðarhúsnæði allt land með hagkvæmum byggingum til tekjulægri hópa landsins. Þannig að þetta var bara fagnaðarefni þar sem við tókum við þeim lyklum sem að fjölskyldusvið síðan mun úthluta. Annað var það svo sem ekki sem að ég ætlaði að ræða en orðið er laust fundargerð félagsmálanefndar. Og enginn annar hefur beðið orðið og þá ætla ég að bera upp fundargerð félagsmálanefndar til samþykktar og þau sem samþykkja vinsamlega skilið merki. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í íþrótta- og tómstundanefnd númer 113 og orðið er laust fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar. Enginn hefur beðið orðið og þá ætla ég að bera íþrótta- og tómstundanefnd upp til samþykktar og þau sem samþykkja vinsamlega skilið merki. Fundargerðin er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í lið 7 sem er fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar númer 17 og orðið er laust þá fundargerð. Þuríður Lillý Sigurðardóttir, formaður umhverfis- og skipulagsnefndar hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Frú forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Mig langar að taka og tala fyrir örfáum liðum úr 17. fundargerð númer 17 frá umhverfis- og skipulagsnefnd og það er fyrst mál 7.1 sem er úrgangsmál 2023 og kynningarferli. Mér fannst mjög miður svo umræða sem fór af stað í sveitarfélaginu í vikunni varðandi úrgangsmál og það skapaðist leiðilegt andrúmsloft og ásakanir á sveitarfélagið sem voru byggðar á upplýsingum sem að íbúar höfðu heyrt út undan sér en allt óstaðfest. Og til upplýsingar þá verður sameiginlegur fundur haldinn á morgun í framkvæmdaveitunefnd og umhverfis- og skipulagsnefnd þar sem verður tekin ákvörðun innleiðingu á nýju regluverki varðar úrgangsmál og þegar liggur fyrir ákvörðun þar þá er hægt að taka umræðuna á nýjum og réttum forsendum. Svo er það 7.3 sem er deiliskipulag Balinn á Stöðvarfirði en nefndin ákvað að stækka fyrirhugað deiliskipulag á Stöðvarfirði og deiliskipulagsvinnan kemur til með að snúa bæði að íbúabyggð og útivistarsvæði, fjölskyldusvæði og við teljum þetta að vera mjög jákvætt og spennandi verkefni. Svo var það liður 7.4 og 7.5 þar sem að var úthlutað á síðasta fundi 2 lóðum til einstaklinga undir einbýlishús á Fáskrúðsfirði og þetta var mjög jákvætt. Þarna voru einmitt einstaklingar búsettir á Fáskrúðsfirði að sækja lóðir og uppbygging hefur verið umtalsverð þarna og virðist ekkert vera að láta því sem er mjög jákvætt. En það voru hlutfallslega flestir sem að fluttu Fáskrúðsfjarðar á síðasta ári. Svo er það síðast mál númer 7.6 en það er umsókn breytingu á lóð við Búðareyri. Það var sendin umsókn varðandi byggingu og starfsmannaíbúðum við Búðareyri 29B en eftir að erindi var tekið fyrir í bæjarráði var ákveðið að senda aftur til nefndar. Þannig að eins og var samþykkt áðan, þannig að það kemur raun ekki til samþykktar hér en mun koma fyrir aftur síðar. Takk fyrir. Orðið er laust fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar upp til samþykktar og þau sem hana samþykkja vinsamlega skilið merki. Samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í almenn mál og þá er það fyrsta mál undir liðnum almenn mál og það er yfirlýsing sveitarfélagsins að nýta ekki forkaupsrétt á skipi númer 2793.
en Fjarðabyggð fékk sem sagt boð forkaupsrétt á skipinu Nönnu Ósk og undir þessu máli framlögð beiðni yfirlýsingu Fjarðabyggðar þess efnis að sveitarfélagið mun ekki nýta sér forkaupsréttinn á skipinu. En bæjarráð hefur sem sagt samþykkt að nýta sér ekki forkaupsréttinn á skipinu og vísa málinu hingað til endanlegrar afgreiðslu hér í bæjarstjórn. Þannig að ég segi bara orðið laust lið 8. Og það ætlar enginn að koma hér upp og ræða það. Þannig að ég ætla þá að bera upp lið númer 8 upp til samþykktar og þau sem að samþykkja vinstri að skrifa merki. Liður 8 samþykktur með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í síðasta liðin á dagskrán sem lið 9, sérstakur húsnæðisstuðningur fyrir árið 2023. En þessi sérstaki húsnæðisstuðningur erum við með hér í Fjarðabyggð og ætlað til þess að lækka greiðslubyrði vegna húsnæðiskostnaðar hjá þeim sem ekki eru á annan hátt færir að sjá sér fyrir húsnæði og eru með íþyngjandi húsnæðiskostnað. Og það sem við erum að ræða hér í dag eru sem sagt breytingar á reglum sérstakan húsnæðisstuðning fyrir árið 2023 og þær breytingar sem eru í minnisblaðinu og í reglunum sem að bæjarfulltrúar hafa séð eru sem sagt breytingar á eldri reglum þar sem við vorum að taka á tekju- og eignaviðmið og í þessi stað vísað á leiðbeiningar félags- og vinnumarkaðsráðuneytis. Þannig að þarna bara verið líka að einfalda kerfið okkar. Þannig að þetta fer bara allt sjálfkrafa í tengslum við þessar leiðbeiningar. En tekjur og eignaviðmið síðan þegar það búið að taka þetta fyrir hér í bæjarstjórn verður síðan birt undir gjaldskrám á heimasíðu Fjarðabyggðar þar sem að fólk getur fengið upplýsingar það. En orðið laust lið númer 9. Það hefur enginn beðið orðið og þá ber ég upp reglur sérstakan húsnæðisstuðning fyrir 2023 eða breytingu á reglum. Þeir sem það samþykkja vinstri að skrifa merki, samþykkt með 9 atkvæðum. Já, þá dagskrá fundarins tæmst og næst verður boðað til bæjarstjórnarfundar. Þú að taka fyrir reglurnar. Hvaða reglur? Íþrótta og tómstunda. Það að taka líka undir almennum málum? Já. Það bara aldeilis svoleiðis, þá bæti ég einu við. Já, það eru reglur íþrótta og tómstund frá íþrótta og tómstundarnefnd. Ég þarf víst að taka sérstaklega undir almennum málum. En þá erum við að taka fyrir, sem að við erum að fara að taka fyrir. Hérna nú ég bara upp og leita heitin að þeim, reglur Fjarðabyggðar frístundastyrk og úthlutun íþróttastyrkja sem við tókum við náðan og lyftum upp og við tökum það sérstaklega fyrir undir almennum málum. Verð ég þá ekki að fylgja þeim á hlaði aðeins? Krakkar mínir. Ger ég það, látum okkur sjá. En þetta eru breytingar á rekstrar- og uppbyggingarstyrkjum, frístundastyrkjum og styrkjum til meginfélaga. Þar sem Fjarðabyggð hefur verið að veita rekstrar- og uppbyggingarstyrk til tómstundafélaga sem eru með sína eigin aðstöðu. Og það eru breytingar, við erum til dæmis breytingar sem að þá miðast þar við aldurinn 6 til 18 ára í staðinn fyrir að taka fyrir fæðingarár 2016 og síðan þetta til þess að auðvelda okkur í kerfinu ásamt því að við erum líka horft verði til þess að félög sem bjóða upp á starf fyrir eldra fólk 65 ára og eldri þannig að það hafi einnig aðgang á rekstrar- og uppbyggingarstyrkjum. Breyting líka á því að það var alltaf þannig að maður sótt styrk ávallt til 3 ára en núna geta tómstundafélög samið frá 1 ári til 5 ára samning. Síðan höfum við þannig að það var breyting sem gerist árið 2021 að við myndum styrkja og styrkurinn myndi skiptast milli meginfélaganna 6 í Fjarðabyggð. Þannig að það talið samkvæmt fjölda iðkenda en ekki fjölda barna í skólum. Þannig að þeir sem eru að stunda og sækja þessar tómstundir, þeir teljast þar undir og nú var verið að bæta við að það yrði þá talið 0,5 aukalega ef þeir myndu stunda fleiri en eina íþrótt innan sama félags. Og þarna væri þá verið að reyna að þannig að ef einstaklingur barn myndi æfa 3 íþróttir innan sama félags það talið sem 2 en ef iðkandi væri að æfa 2 íþróttir þá var það talið sem 1,5 og þetta væri þá mögulega líka til þess að fá fjölbreytt íþróttastarf innan
hvers félag, þannig að við værum þetta var svolítið hvatning. Þannig að þetta eru breytingarnar á þeim reglum sem að ég að taka núna fyrir sem þennan lið. Þannig að nú ætla ég bara að fá að bera hann upp til samþykktar og þeir sem það samþykkja vinsamlegast gefa merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Jæja, þá hins vegar dagskrárfundarins tæmt. Og við munum næst boða til bæjarstjórnarfundar fimmtudaginn 2. mars og það verður klukkan 15:04 með dagskrá. Ég ætla að fá að þakka öllum bæjarfulltrúum fyrir fundarsetuna og umræðu og þátttöku á fundinum og segi hér með fundi slitið. Takk fyrir.